heiti Þórlaug Guðmundsdóttir og ég er kölluð Lauga, Laugahópi. Ég er hobbybóndi í Grindavík. Það sem ég finnst skemmtilegt við að vera með kindur, það er þegar kindurnar eru gæfar og svona eru að sníkja. Það finnst mér skemmtilegast við kindurnar og það er að skemmtilegast að vita. Og svo þegar sauðburðurinn er og það er rosalega gaman að fylgjast með því. Það sem ég finnst skemmtilegast við sauðburðinn, það er svona þegar koma litir í glömb. Mér finnst það rosalega gaman að fylgjast með bara hvað lömbin verða, hvernig það verða litin. Mér finnst miklu skemmtilega þegar koma svona litrík, ekki bara hvít. Ég byrja náttúrulega með kindur ég bara alin upp við það. Það eru kindur alltaf. Pabbi náttúrulega og afi, þeir eru bændur og pabbi er útvegsbóndi og við náttúrulega áttum alltaf kindur með þeim og maður var náttúrulega látin smala og gefa á veturnar og svo náttúrulega, aðeins svona í sauðburnum og svona. En svo náttúrulega var það bara þannig, það var svo eitthvað erfitt þegar pabbi deyr, þá hættum við með kindurna því að kindurnar náttúrulega myndu bara svo mikið á hann, en svo bara þegar maður komst í gegnum þetta og sætti sig eiginlega við það, þá fórum við eftir að vera með kindur og bara til að heiðra bæði minningu hans og bara þá finnum maður meira fyrir honum þarna í kringu kindurnar. Það getur náttúrulega verið erfitt þegar þarf að hjálpa kindum. Það getur verið alveg tvísýnt. Stundum náttúrulega eru lömbin bara dauð inn í þeim og það getur verið rosalega erfitt að ná þeim út. En það kemur alveg fyrir kannski eins og 3 lömbur að 1 lamb sé dautt og þá stoppar allt og þá fer hún ekkert í fæðingaferlið. Þetta getur alveg verið erfitt að horfa upp og það getur verið náttúrulega sársaukafull stundum fyrir kindurnar, en það er ekkert alltaf. Ef það er náttúrulega betra ef kindurnar sem séu slakar, þá er auðveldar að ná þeim út. Það var ekki með. Það er með lett tungun úti, sko. Kjörpíla. Farðu fram. Fram. Ekki tóa fast. Shit, hvað er stórt. Já. Vil ég gel? Liggur alveg með. Voru megin. Og ég spurði eitthvað í ykkur, eða? Nei. Wow. Oh my god. Jesus, hvað er stórt. Þetta er bara svo 3. Stundum komaði líka öfug og eins og komum kannski með afturlappina fyrst. Það bara stundum það þarf að hjálpa þeim yfirleitt þegar þau koma svoleiðis, en ekki alltaf, stundum byrjaði sjálfa svoleiðis. Og það þarf að passa sig á því þegar maður er að hjálpa þeim, þegar afturlappina kom fyrst, að naflast einhverju slitni ekki. Því ef hann slitnar og hausinn er ennþá inni, þá er möguleiki að lambið bara drukkni í legvatni. Því að það náttúrulega tekur fyrsta andardráttinn leið og naflaslengurinn slitnar. Æ.
Það gott að hann mjálmi. En yfirleitt bara bera þær sjálfar og það er náttúrulega langbest að leyfa þeim að bera sjálfar. Það er rosalega gaman þegar allir koma og sjá krakkana að þeir hafa áhuga á þessu. Það finnst mér alveg meiri áttar og mér finnst alveg yndislegt þegar krakkanir er ekki hræddir við þær. Bara gaman að sjá krakkana að vera að reyna að gefa heyi og svona, rífa niður brauðið og það er bara meiri áttar. Gaman að sjá þau. Hafa áhuga á þessu, það er bara meiri áttar. Ég hef með kindur af því að mér finnst þær skemmtilegar og mér finnst gaman að vera að snúast í þeim og bara félagsskapurinn í kringum það, bara hitta aðra bændur og bara eins og þegar við verið í eftirleitum, það er rosalega gaman þegar það er, bara fjölda fólks sem mætir, fólk sem hefur gaman að því. Þegar ég fer og sleppi þeim á fjall, það er bara, það er bara góð tilfinning því maður fylgist nú alltaf með þeim svona, fer svona annars lagið upp í safnhólf og eða sumarhólf og fylgist með þeim og maður veit alveg þeim líður vel hérna upp frá og þess vegna er bara yndislegt að sjá þær og þegar þær eru komnar hérna með lömbi sín út í grænu túnin hérna upp frá. Og svo bara er það náttúrulega æðislegt líka og veit maður að því og fer maður að það í september til að smala þeim.